Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Komið bless og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan úr landi hortensíunnar, en það nú samt sem áður ekki hún sem að verður til umfjöllunar á eftir, heldur óteljandi kryddjurtir sem eru ræktaðir hér á Ártanga. Við ætlum líka að heimsækja einbúa í Flóahreppi, kíkja í heimsókn í Ásaskóla og svo það ævintýraleg hestamennska í Vorsabæ í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Erum við komin? Jú. Má ég opna augun? Jú. Ertu hestamaður? Það er hestamaður, já. Já, það var nú það. Já, það kemur sjálf þetta einhvern tíma bara. Skipta. Frábært. Þetta tókst rosalega vel. Má maður svona öskra í kringum hross? Nei, það má vera að fara að varlega í kringum hross. Alveg, já. Það var alltaf að tala rólega. Já. Finnst hestum gott þegar maður tala við þau? Já. Þegar mér svo tala hrætt við hesta, þá verður hann hrættur og þá leipur hann í burtu. En hvernig köllum við þetta á hestum? Þetta er fax. Já, þetta? Svo stundum við þetta flétta líka. Já, við erum búin að gera það nákvæmlega. Yfir! Já, takk skot. Þetta er félagssvæði Ungverjafélagsins Baldurs. Við höfum haft afnotað þessu svæði síðan 1932 þegar bóndi hér á næsta bæ gaf Ungverjafélaginu þetta land til ræktunar og síðan hefur það bara verið í umsjá Ungverjafélagsins Baldurs og það hefur ræktað það af eins miklu alúð og hægt hefur verið. Í marga áratugi hafa krakkar í Hraungerðishreppi hist við einbúa og ýmist æft íþróttir eða farið í hefðbundna útileiki. Og enn stunda þau að fara út að leika eftir kvöldmatt og gleðin og spenningurinn er sannarlega sá sami og alltaf. Ó, gripið á vatnið. Gripið! Ég er búin að vera hérna í núna ár að þjálfa og áður fyrir var ég bara sjálf hérna á æfingum. Þannig að þú veist hvernig er að vera hérna? Já, alveg frá því að mann eftir mér annars. Undir! Yfir! Undir! Maður heldur nú svolítið í svona það sem maður vanur að gera. En það voru meira svona líka íþróttaæfingar kannski þegar ég var. Það fórum við svolítið í frjálsíþrótti líka. Núna höfum við þetta svona leiki fyrir krakkana. Það eru aðrar æfingar í sveitinni sem með frjálsíþróttir á veturnar. Gengur þetta sæmilega hjá okkur? Nei, samt ekki sko. Það er sko meira, það eru fleiri þáttum en færri þáttum en. Sem þýðir að þið eruð að tapa? Ádís. Benjamin. Reið þú. Þú vorst að kjósa á það. Hvað þarf maður að hafa í huga þegar maður er að kjósa í lið? Bara að hafa sem eru góðir að kasta og svona. En þannig maður eitthvað fljótur að hlaupa? Jú. Myndur þú kjósa mig? Já. Kemur þú oft hingað? Já, ég kemur oftast á hverju sumri. Og hvernig er að vera hérna? Bara fínt. Og hvað eru þið að gera fleira en að fara yfir? Við förum í fótboltastundum og stundum förum við feluleik líka. Yfir! Nei, Benjamin! Svo förum við líka í 1 krónu og 10 skall blindandi. Og svo stundum byrja að hlaupa hringinn og 10 ára eldri þeir hlaupa oftast 2 hringi í kringum vellinni. Hvað eru þetta margir krakkar sem eru hérna? Þeir eru oftast svona frá 5 til 15 sem að mæta. Og á hvaða aldri eru þau? Þetta er svona 7 til 14-15 ára.
Við varum niður í 4 ára sem hafa mætt. Það getur verið svolítið erfiðar að vera með þau með, en það bara gaman að því líka. En eru engir eldri sem að svona fá að koma og rifja upp, að hlaupa í skarðið eða kasta yfir? Þau mega nú koma með sko að þau vilja. Svo hafa verið líka stundum koma hérna og leika sér í fótbolta. Svona eldri, þessi gömlu sem voru hérna þegar ég var með þeim sko. En það svona detta upp fyrir. Fólki kannski hefur ekki tíma í það meira. Þetta nafn Einbúi, hvaðan kemur það? Kletturinn sem hérna á svæðinu, stendur hér einn upp úr svæðinu, hann heitir Einbúi og það var í samningnum sem var gerður þegar svæðið var afhent félaginu, kvöðum það að svæðið héti Einbúi. Þannig Einbúanafnið til komið. Maður á margar góða minningar hérna og maður vill halda upp í svæðinu, halda upp í minningunni og gera sem mest hérna. Það er frábær staður. Þannig ykkur þykir vænt þennan stað? Já, mjög. Alveg, þetta hefur verið hérna í mörg ár. Og við sjáum þetta sjálf svona sláum hérna og heyrðum hérna. Eru þið með einhverja sérstakar svona framtíðar hugmyndir varðandi þetta svæði, varðandi Einbúa? Já, við höfum allavega stóra hugmyndir hérna í Ungmennafélaginu Baldri. Draumurinn að gera hér svolítið meira útivistarsvæði. Það er ekki rafmagn hérna, ekki heitt vatn, það er kalt vatn. En við viljum koma hingað rafmagni og heitu vatni og búa hér til klósettaðstöðu og þá bara svona útivistarsvæði þar sem fólk getur fengið að vera með ættarmót og svo framvegis. Nú eru 3 ungmennafélög í Flóahreppi, sérðu fyrir þér að menni þetta sameinast? Já, sú vinna í gangi. Að reyna allavega að vinna því að stofna hér 1 ungmennafélag í staðinn fyrir að hafa 3. Sveitafélagið þetta er 1 sveitafélag hér, allur Flóinn, og við teljum að það sé skynsamlega að hafa 1 félag heldur en að vera með 3 félög lítil og bara hafa 1 öflugra. Úps! Ég kasta. Ég var kasta. Ég ætla ekki að svona sko. Pabbi minn, Sigurður Hallmarsson, hann málaði mikið Kinnafjöllin og mér fannst svo leiðilegt hérna, ég hef ekkert útsýni eldhúsgluggann, ég vil hafa útsýni. Svo ég bað hann að mála fyrir mig Kinnafjöllin, útsýni mitt að norðan frá Húsavík. Og hérna, ég sendi honum bara mál og myndin kom ekki löngu seinna. Og þau fara bara mjög vel hérna í Gnúpverjahreppi? Já, fyrst ég sé ekki Hekluna, þá er þetta ekkert síðra. Þannig að þú ættir eiginlega að vera bara í þættinum að norðan? Já, eiginlega. Það eru rúm 20 ár síðan hjónin Katrín Sigurðardóttir og Stefán Guðmundsson keyptu Ásaskóla, sögufrægt hús í Skeiða og Gnúpverjahreppi. Bæði voru þá starfandi sem tónlistarkennarar í Reykjavík, auk þess sem að Katrín söng bæði í Þjóðleikhúsinu og Íslensku óperunni. Það var því nógu að snúast en sveitin kallaði. Það má nú eiginlega segja að byrjunin hafi verið svo að við vorum að leita okkur sumarbústað. Þetta er skólinn sem að Stefán gekk í sem sagt þegar hann var lítill strákur. Þannig að það var kannski ekkert óeðlilegt að við áttuðum okkur á þessu húsi. Það var í niðurníðslu. Já, við keyptum þetta 92, svo fórum við að gera þetta upp. Svo áttuðum við okkur á því að okkur leiði alltaf svo vel þegar við komum upp Ártúnsbrekkuna og vorum að leiðin út úr bænum. Og svo fluttum við hérna sem sagt 96 án þess að vera búin að finna okkur nokkuð að gera. Við keyrðum alltaf suður til þess að kenna og syngja og þess aftar. En 14. nóvember 96, það er eiginlega svolítill vendipunktur, þá ákváðum við að fara inn í minkahús hér í Hreppnum og skoða. Það er bara ekkert með það, við heilluðumst gjörsamlega og við heilluðumst svo mikið að það var ekki nema, það var mánuður frá því við litum inn í þetta hús og þá vorum við farin að flytja bústofni sem við vorum búin að festa kaup á í hús sem við vorum komið með á leigu. En þessi salur hérna, hvað var hér? Þetta er leikfimisalurinn, gamli, sem að Stefán hljóp hring eftir hring og þótti óskaplega stór. Það var ekkert sérstaklega stór núna. En eins og heyrið þá er óbáslega góður hljómburður hérna. Og hér er sko gaman að syngja og spila. Og hefur haldið tónleika hérna? Já, ég gerði það þegar ég var 50. Þá hélt ég hérna tónleika bara í tilefni af því. Þá var náttúrulega salurinn ekki, við vorum ekki búin að taka hann í gegn. Þá var hann bara eins og hann var í gamla daga. En það er hvergi betra að syngja hérna. Og hleypur Stefán ennþá hringinn?
Nei, hann tekur stærri hringi í minkahúsinu. Hvernig var þetta þegar þið voruð að byrja? Hvað kunnið þið fyrir ykkur? Ekki neitt. Ég var meira að segja hrædd við hunda þegar ég var krakki. En Stefán nú sveitamaður, alinn upp hér á Bóndabæ. Það í rauninni það eina sem við vissum, það var það sem hann vissi kýr, kindur og hross. Var það veganestið ykkar í minkarækt? Það var veganestið og svo bara að reyna að hafa almenna skynsemi með. Nei, við lágum bara í símanum og hringdum í kollega, minkabændur, og þeir voru mjög liðlegir, sögðu okkur allt sem við þurftum að vita. Og svo erum við að finna okkar leið. En svo voru líka haldin námskeið á Hvanneyri sem við fórum á og svo lásum við allt sem við komumst yfir. Og við töluðum bara ekki annað en mink. Við vorum alveg forfallin og erum enn. Það hefur margt breyst frá árinu 1996 þegar þau Katrín og Stefán hófu minkabúskap með 325 læður. Í dag búið þeirra, Mön, stærsta minkabú landsins og íslensk skinn fá nú næst hæsta meðalverð á uppboðum í Evrópu. En Katrín nýti líka minkaskinnin í skartgripagerð. Framleiðslan verður sannarlega ekki mæld í tonnum en hefur vakið verðskuldaða athygli. Já, hér búðin mín. Hún ekki stór, en alveg nóg. Þetta eiginlega bara gamla kommóðan sem var heima hjá pappa og mömmu. Og það svona lítill bókaskápur eiginlega og bækurnar í honum nánast eins og það voru. Ég bætti bara við minkaskrutinu. En hún getur alveg stækkað. Ég bara opna skúffurnar og í þeim eitthvað. Hérna hringar og... Já, þetta mjög sniðugt að vera með hringi svona. Þú mátt ekki bleita hendurnar með þessu. Getur ekkert gert. Nei, ekki með svona, fínir í. Með peran í annari og hringin í henni. Það segir sér allt. En hvað vinsælast að þessu sjóni? Það pelarnir hafa nú verið vinsælir. Svo mjög vinsælt hérna hraunið. Þetta allt með náttúrusteinum, þetta uppskeljar. Og þessi búð opin á einhvern svona eðlilegum opnatíma? Já, og óeðlilegum. Það bara hægt að hringja í mig og hérna, ég mjög oft heima eða í minkahúsinu. Ef ég ekki heima þá get ég fundið einhvern til þess að aðstoða fyrir mig. Og hlaupa og opna búðina? Já, já. Vörurnar hennar Katrínar má líka finna á Facebook undir heitinu Skinn og skart og svo hægt að freista þess að hitta á hana heima í gamla skólanum hans Stefáns sem þau hafa gert svo fallega upp. Þetta kannski svolítið stórt skref og mörgum finnst að ef maður eitthvað komin á veg með einhvern svona, getur sagt karriér eða í músík eða einhverju listatengdu, þá eigi maður að vera þar og sleppa öllu öðru en það bara svo misskilningur því að maður þarf líka að hafa margir brunns að bera til að vera góður minkabóndi. Maður þarf líka að hafa hæfileika til þess. Það eru til bæði góðir og lélegi minkabændur og góðir og lélegi söngvarar. Þannig að lífið ekki alveg svona einfalt. Þetta steinselja sem var sáð á 50. fyrir bráðum 2 vikum. Hún bara svolítið lengi að spíra, þess vegna hún hér ennþá. Kryddjurtir í aðalhlutverki í gróðurhúsunum á Ártanga, þar sem að hjónin Sigurdís Edda Jóhannesdóttir og Gunnar Þorgeirsson stunda sína ræktun. Já, við vorum náttúrulega í pottaplöntum og þá vorum við með alla þessa græjur, hérna borð og vökunaraðstöðu og allt saman. Við þurftum að breyta til eftir hrun. Það var ekki nein sala í skrautjurtum. Og við fengum Magnús Ágússon til að koma og heimsækja okkur, sem ráðunautur í Garðyrkju. Og hann eiginlega bent okkur á að það væri færi í kryddjurtum. Og þá þyrftum við eiginlega engu að breyta, nema bara svona aðeins að fínisera hjá okkur. Það varð úr og bara algjör draumur. Þetta basilika sem við munum selja næstu viku. Hérna sítrónumelissa og þarna majoram, dill, estragon, salatselleri og þetta sítrónumelissa líka þarna í endanum. Þetta salatselleri og þetta svona steinseljutegund sem eins og selleri á bragðið. Þetta alveg bara ótrúlegt. Þetta tilraun hjá okkur. Það kom hérna menn frá veitingastað í Reykjavík
og vildi að ég færi að rækta hjólkrónu og þetta bara fyrstu plönturnar sem að koma upp sem að eru og þær eru svo hérna að spíra líka. Þetta svona bara aðeins. Þeir vilja nota blóm í salatið, þess að það kemur blátt svona blóm og nota það til að skreita diskana í salatið og svoleiðis. Þú ert komin í skrautjurtirnar? Já, ég aftur komin í skrautjurtirnar. Þetta mynta, græn mynta. Hún sem sagt ekki eins og þessi sem vex hérna eiginlega eins og villigróður út allt með fjólbláa baklið hérna. Það heitir piparmynta, en þessi græn og getur vel verið úti líka. Hún náttúrulega frábær í mojitóið, en enga síður þá hún líka góð í myntusósur og bara eftirrétti. Hvað ertu búin að vinna hérna lengi? Herðu, það rétt það bil ár. Hvað ár og 3-4 mánuðir eða svona. Og hafðir eitthvað verið innan svona kryddjurtir og ræktun áður þú komst hingað? Vann reyndar við ræktun á grammeti, lífrænt ræktuði hérna í sveitinni líka. Heldur þú að leggja þetta fyrir þig? Ég veit það ekki, sko. Það mjög gott að vinna þetta, en ég veit nú ekki hvort ég verið að fara að nota þessi ævistarf. Að klappa basilíkum? Já, þó svo ég hafi græna fingur. Ef þú ert með það? Já, klálega. Já. Hvenær uppgötvaðirðu það? Bara þegar mér tókst að drepa ekki allt hérna, það er ekki svoleiðis. Maður róðsveitir tré og svona. Jarðarber. Þannig að þú ert eitthvað að rækta sjálfur líka? Já, svona. Maður ekkert mikið að segja frá því svo sem. En jú, það kemur fyrir. Hvernig byrjaði þetta? Hvernig lentuð þið inn í þessu gróðurhúsaævintýri? Það nú eiginlega bara fyrir hvatningu Bjarna sem að startaði Blómavald. Við vorum að fara bara að vera með kúabú. Pabbi og mamma voru með kýr og Gunnar hafði ambisjónir í að bara stækka það og verða bara með risa kúabú. En ég var nú aldrei alveg svona rosalega spennt og þegar að Bjarni kom og stakk upp á við okkur að fara til Danmerkur og kynna okkur garðyrkju vegna þess að hér var heitt vatn sem bara vall upp úr jörðinni og var bara beið eftir að vera notað. Að þá gripum við það og fórum og kynntum okkur skrautblómaræktun. Vorum í pottaplöntum og sumablómum líka aðeins úti í Danmörku. Og fjallum bara alveg fyrir þessu og fórum út í það. Byggðum upp hér og byrjuðum. Á síðastlinu ári fóru eitthvað töluvert á annað 100.000 plöntur út úr húsi hjá mér af kryddplöntum. Plús einhver 30-40.000 sumarblóm eða plöntur. Hvað ert að slíta upp hér? Ég að slíta hérna upp haugarfa. Allavega í minni fjölskyldi í gamla daga þegar einhver slasaði sig. Sko sneri sig á fæti eða eitthvað, þá var hlaupið út og náði í haugarfa. Og hann lagði við. Svo var maður vafinn í plastpoka, núna myndum við nota svona filmu, svona vítarapp. Og þetta hafði alveg ótrúlega áhrif. Svo er náttúrulega góður að borða. Þannig að þú ættir eiginlega ekkert að vera að rífa hann upp eins og illgresi? Nei, ekki sem illgresi, ekki nema bara nýta hann. Þannig að það verður kannski einhvern tíma, það verður kannski næsta viðbót hérna? Já, fyrir maður að vera með lækningajurtir. Töluvert á annan tug kryddtegunda vex og dafnar í gróðurhúsunum á Ártanga. Plönturnar lifa saman í sátt og samlyndi, ilmurinn er ómótstæðilegur og handtökin sem að fylgja hverri plöntu eru óteljandi. Við erum náttúrulega kryddpíurnar hérna. Já, auðvita. Djók. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. Þegar þú horfir tilbaka, heldur að þú hefðir frekar viljað fara hinna liðin, saknar þú kúna? Nei, eiginlega ekki. Það var aldrei mín ósk sko að fara í, og mér fannst, auðvitað fór ég alltaf í fjósið hjá pappa í gamla daga, en það er ekki óskavinnan mín. En við vildum endilega vera í sveitinni og við vorum alveg svakalega heppin að Bjarni ítti okkur eiginlega út í þetta. I'll tell you what I want. I will tell you what I want. Slam my body down and wind it all around. Slam my body down and zigzag. Þú
fengu fyrstu skeifina. Jæja, þá þurfum við sjálfboðaliða okkar. Í vetur var haldið námskeið í hestafræðum á vegum Sólheima. Alltaf á hverjum stað erum við að skipta einu sem skeifu og reynum helst að gera þetta á ferð. Námskeiðið var haldið í samvinnu við heimafólki í Vorsabæ, í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og þar var boðið upp á fyrirtæksaðstöðu. Ég kynntist hestaþerapíu eins og hún kölluð út í Þýskalandi. Þá var ég í verknámi í skólanum og það gengur út að það annarkvort sjúkraþjálfari eða þroskaþjálfari sem með sérmenntun í varðandi reykkennslu sem tekur að sig að kenna fólk með fötlun æfingar, jafnvægisæfingar og jafnvel tekur svolítið á hegðunarvandamálum hjá börnum og nota hrossin í þetta. Skipta. Frábært, þetta tókst rosalega vel. Svo aftur þriðji hópurinn, það fólk sem með fötlun og vil samt stunda hestamennsku. Og Íslendingar eru náttúrulega algjör hestaþjóð og allir á Íslandi eru í hestum og auðvitað á fólk með fötlun líka að fá aðgang að þessu íþrótt. Hvað ertu að fara að gera? Ég að fara að lesa, að taka hóur af hestinum. Svo ég að fara að hreinsa undir hestin. Af því að stundir þegar undir hóinu þá festast svona steinar og mold og svona skítur sem að vera að hreinsa undan þeim. Varstu búin að vera eitthvað í hestamennsku áður og komst hingað? Ég var upp í Skaftholti. Já. Þá var ég að sjá hest sem heitir Tóti. Hét hann Tóti? Já. Og hann var hálf ótemja. En þessi svona mun þægilegri en Tóti? Já, hann mun þægilegri þessi. Það búið að vera svolítið draumur hjá okkur, Guðmundi Ármanni sem nú framkvæmdastjóri í Sólheima og mér að reyna að bjóða einhvað upp í þeim stíl. Og við erum búin að spekulera í þessu í 1-2 ár og svo ég veit tókum við bara ákvörðum, nú ætlum við bara að láta verða af því og við ætlum bara í raun og bara að pröfukera þetta og bara læra af reynslunni. Og ákvörðum að fara út í þennan flokk þar sem að nota í raun og hesta bara sem svona tómstundi en tókum að sjálfsögðu hellingaláni úr hestaþerapíu. Og Siggi ábyrða því núna að allir passa hérna milli staurana. Það var að taka svona góðan svega. Flott hjá ykkur. En þó þið sjáu þá erum við að gera jafnvægisæfingar, við æfum samhæfingu og samvinnu og það mest og fremst á þetta náttúrulega að vera skemmtilegt. Hvað var skemmtilegast að gera? Hestanámskeiðinu. Ég lærði mikið. Hvað lærður þú helst? Nutta hesta og svoleiðis. En þú ert svo flinkur í þessum æfingum. Já, það ekki? Já. Já. En þetta ekkert erfitt? Nei, þetta mjög gaman. Og þú ætlar að halda áfram? Já. Settu hendurna aftur hérna bakvið og snúa svolítið til mín og halda svolítið, reynum að teygja aðeins á okkur. Flott, og svo teygja í hina áttina. Manstu? Já, og halda aðeins. Óslega flott hefur. Já, það ekki. Jó, mjög gott. Mér finnst þetta bara mjög lærdómsríkt. Kynnast þessu fólki og sjá hvernig þau upplifa þetta og líka sjá hvernig hestarnir upplifa þau. Og svo líka sér maður náttúrulega bara gleðina geisla úr andlitunum og þannig að maður sér hvernig fólki virkilega kann að meta þetta. Heldur þið verðið framhald á þessu? Já, það svona að vera að tala um það. Já, jafnvel, næsta vetur. Við sem erum nú í hestamennskunni, við vitum alveg hvað hestar gefa okkur mikla ánægju og mikla slökun. Það er margir sem ef þau vinna þau fara kvöldi í hesthúsi bara til að slaka á. Og við höfum séð það með fólki núna sem hefur komið til okkar frá Sólheimum að það alveg eins hjá þeim. Þetta er uppáhaldshesturinn minn, þessi hérna. Þetta er uppáhaldshesturinn minn. En hvað ætlar að gera? Ætlar að halda áfram? Næsta vetur, ég hugsa að gera það, Jón. Ég vil gera það, ég vil halda áfram bara. Það er bara gaman að þessu. Settum á lítið námskeið núna í febrúar til apríl. En þegar var komið í lok apríl þá neituðu allir að hætta. Þannig við þurftum að skella á framhaldsnámskeið og það búið að ganga rosalega vel og við erum mjög ánægð með þetta. Og erum í raun og bara að láta okkur dreyma að taka þetta núna á næsta stig.
svona aðeins búin að vera að þreifa fyrir hjá hestamannafélögum hérna á svæðinu í uppsveitum hvort okkur tekst ekki að stofna sérdeild. Nú eru öll hestamannafélög með æskulýðsnefndi og við viljum nú bara stofna sérdeild fyrir fólk með fötlun og ég kom með 2 unga mjög flotta konur með mér sem hafa áhuga að leggja þessu lið og nú ætlum við bara svolítið að skóra á formin hestamannafélaga að bara taka þátt í þessu með okkur og vildum gjarna stofna svona sérdeild til að gefa fleirum tækifæri til að stunda þetta og líka halda þessu við þó að sé ekki bara bundið við ett námskeið. Ég er svo stolt af ykkur í alvöru. Þið bara myndastu öllu. Tókst mjög vel. Og svo bara segjum við bara takk fyrir Spóla. Takk fyrir okkur. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.